frá Steingrími Sigurður Steingrímsson, frá Þóreyju Inga Þorvaldsson, frá Ingvari Jóhanna Valdimars, frá Birni Þórhallur Björnsson, frá Steinunni Jón Jóhann Ragnarsson, frá Hrólfi Áslaug Hrólfsdóttir og frá Þórarinn Regína Ólína. Það að verða 19 ár frá því að síðasta mót var haldið af Varmalandi í Borgarfirði. Það var 27.7.1985. Samkomur sem þessar þurfa að vera annað hvort ár. Allt sem lengri tími óæskilegt. Eins og fram hefur komið yfir 500 nöfn í skránni og hér ekki nema lítið hluti af þessum 500 þó við séum mjög fjölmenn hér í kvöld. Þau áttu nefnilega ekki heimækir af þessu sinni sem ekki ættu. Ég hef kynnst því að mót sem voru annað hvort ár voru farið og höfðu þriðja hvort ár að þau loknuðust út af. Rökin fyrir því eru að ef ég missi mót þá líða 6 ár frá því að ég fór síðasta mót og frá því að síðasta mót var haldið. Ég ekki ágætt að fara í útdeli og eina helgi með góðum vinum í fögru umhverfi og efnagömmul kynni og ný. Allt þetta valkostur til skoðunar. Mikil vinna hefur verið lögð í uppfæra ættaskrána og við þökkum við skrásetjara Klöru Vagn Þórhallsdóttir kærlega fyrir hennar framlag. Klöppum fyrir henni. Sönghefti var útbúið sem kemur að góðum notum á næstu mótum. Allt svo til að létta undirbúning fyrir næstu framkomur. Við minnumst þeirra sem gengnir eru. Öll börn og tengdabörn Ólínu og Jóns eru látin. Blessuð sé minning þeirra og annarra sem fattar þessa jarðvist og okkar hópi. Við minnumst þeirra með því að rísa úr sæti. Ég þakka ykkur fyrir. Það voru sterkir stofnar sem við byggjum á. Þó að þeirra hlutskipti hafi verið margfalt erfiðara en okkar sem komin eru yfir miðjan aldur. Hvað þá þeirra sem lifa í dag við allsnættir tölvuvæðingu, GSM og DFD og nefndu það bara og lifa eins og blóm í ætti. Það þeirra að taka við og halda saman ættarlengsvonum sem lengst og lofa okkur sem eldri eru að vera með og njóta þess að sjá æskuna springa og fremsta. Það nokkuð sem endurtekur sig reglulega. Það einlega ósk okkar sem að þessu hafa staðið, að þessu sinni að unga fólki okkar haldi við og haldi þessu gangandi í framtíðinni. Við þökkum henni ágæti frænku okkar staðarhaldarann Regínu Ólínu fyrir hennar viðbrögð svo að þetta mót geti farið fram öllum til ánægju. Við klöppum fyrir Regínu Ólínu. Nú það ykkar að spila út og gera gott úr hlutunum. Við erum hér til að gleðjast og skemmta okkur saman eina helgi. Við erum samtaka og gerum þetta eftirminnilegt miðjumót trúarnarsvættarinnar. Það enginn sem getur allt, en það eru margir sem geta allt miklu betur. Góða skemmtun!
Vestafjörður. Hins vegar segir Landnáma ekkert landnáma sem Skagasund stendur nú. Almennt þó gert ráð fyrir að á vestanverðan Skaga að Vestafjörðarskaginn hafi verið fullnuminn löngu áður en Landnáma var ritað. Á seinni hluta 10. aldar bjó Þórdís spákona á bænum Spákonafelli sem nú innan bæjarmarka Skagastrandar. Getið hana í mörgum fornsögum og sagt að hún hafi verið fjölkunni. Segir frá henni í Kormásögu og Vatnsdælusögu og auk þess í Þjóðsögu. Og hér smá saga, skemmtilegast og sagan af Auðæmi Þórdísar sem hún náði að festa, fela í kistu og koma fyrir á hnettasillu í Spákonafellsborg. Hún sagði að sú kona skyldi eignast kistuna og öll þau auðæfi sem í henni væru, sem væri svo uppalinn að hún væri hvorki skýrð í nafni heilra þrenningar í nokkur góður guðstittir keldur. Kom til Skagastrandar. Hann kom til Íslands þegar erinda að útbreiða biblíur á landi. Bókun Ferðarson. Hann segir í bók sín á Skagastrand. Í Kaupstánum eru 2 íbúðarhús, búr og 3 eða 4 geymsluskemmur. Hér fagurt umhors til norðurendan á lítilli vík myndast við klettadranga og óreglulegu Stuðlabergi. Má sjá framhald af honum spölbotn út í sjónum þar sem Stuðlar verða reglulega. Af klettinum fögur útsýn yfir stóran flóa sem þegar fjær dregur myndar Húnaflóa, Miðfjörð og Hrútafjörð. En handan þeirra rísa brattir höfðar, snjóhattarfjallanna í Strandarsýslu halda áfram til vesturs, óreglulega þeim líku við Borgarfjörð. Ég ætlum ekki að lesa meira hérna á þessu. En nú ætlum við að fara yfir svona og biðja þá að standa upp sem að tilheyra hverri fjölskyldu og svona sjáum aðeins hérna hvernig þetta lítur út. Og við byrjum Já, þú stendur upp við mér. Og fyrsta vil ég beða að standa upp börn og barnabörn Sigrúnar. Það Bergþóra Ingþórsdóttir, Guðrún Halla Jóhannsdóttir, Dagur Bergsson, Ómar Örn, Magnússon, Helena Lind, Kristín Birna. Hún hætti. Slökka á ljósinu? Það slökka á ljósinu. Já, veitum þú svo? Ég held að vilja hafa ljós. Það tala verið út. En mínu. Skiptum við þetta. Rosalega bíl. Rosalega bíl. Það komið nærmi. Það fer að verða fyrir mig. Höfum vídeokvöld. Já, ég var að halda vídeokvöld. Það borða þetta. Á ég að borða þetta? Kannst þú mynda mér? Þá skal ég taka mynda þér. Finnst þér ekki nógu sæt? Jó, þetta eru Svona verður þetta hjá þér. Þú eru sætari. Þessir strákar. Já, já. Röfið. Þú lagði gerð í sinni. Svo? Binnig. Hún náði þessu ekki. Jó. Hún náði ekki passinu. Nei, hún er þetta hérna. Nei, þetta er bara alltaf hérna. Vildu sleik.
ættingjar og þeirra áhangendur. Lífur hann að mynda þessu? Eins og við getum bara séð að þá ég komin í elsta aldurshópinn í jafnvinni. Hjá manniðinum. Nei, hún á mótum. Ég ætla að fara með hérna smá tilefnandi. Ég að verri stað núna. Nú er þetta verri stað, sko. Það sem ég gengi gegnum alla daga, eða hvað? Plöguð á alvarlegum sjúkdómi sem nýlega hefur fundist greining á en engin lækning enn sem komið er. Eftirfarandi lýsing á dæmigerðum degi þegar einkennir það eftir því að bréfið á borist inn á Lúna. Ég tók bréfin og ákvað að fara í gegnum póstinn áður en ég færi á bílinn. Sorteraði póstinn og ákvað að henda ruslpóstinum, en tók þá eftir því að ruslafatan var alveg full og lagði því reikningana sem höfðu borist frá mér á eldhúsborðið og ætlaði út með ruslið, en ákvað þá að fara og borga þessar reikninga fyrst ég yrði við bílinn hvort sem er. Fór inn í herbyggi til að ná í veskið og bíllyklana. Ég var fenginn til þess að tala fyrir hópnum, við ætlum að vera hérna í smá stund, sko, þið losnið ekki við okkur strax. Sumir sögðum í dag, ég var svo lík mömmu. Kannski þess vegna var ég fenginn til að tala fyrir hópnum, ég veit það ekki. Eins og þið vitið þá getur hún tala pínu. En fyrst af öllu, áður en við systkinin og eldri komum fram, þá eru krakkarnir búin að frumsemja leikrit, sérstaklega fyrir ykkur, bara fyrir ykkur. Mikill heiður fyrir ykkur. Og þau ætla að fá að sýna upp á sviðinu hérna. Eru þið tilbúin? Eru þið tilbúin, krakkar? Ykkur lítið fallegt ljón. Ljón sem fallin eru frá. Þau ljón mömmu Ólu. Og brugðust þeir og sitt hvað gengið á. Í Reykholti þau bjuggu meðfram starra hóp og saman stóðu gegnum súrt og sæl. Sjörðu þær dæturnar Guð þeim stoltum skóp. Þó aldrei hafi amma soninn fætt og minning þeirra í hjarta mér og þér. Amma og afi með okkur eru hér. Ljóðið á enda en eitt þó eftir þér. Við saman skulum sameinast í bæ. Við biðjum Guð að gæta þeirra, þau gætu okkar vel og voru okkur alltaf góð og væn. En minning þeirra í hjarta mér og þér. Amma og afi með okkur eru hér. Seinna lagið sem við ætlum að syngja fyrir ykkur, það er Sjösystrasöngurinn og það er pínu örlítil stutt saga fyrir það vegna þess að okkar minning er svo að þegar var eitthvað tilefni, einhver ástæða til þess að það hittust sem það gerði ekkert endilega ástæða til.